þú hefur lengi verið að vinna handverk úr náttúrunni eða hvað? Já, ég er búin að vera að gera það í mjög mörg ár. Ég var með blómabúð, ræk blómabúð tíma hérna á Egilsstöðum. Þannig að fyrst var maður náttúrulega í því eins og allir að flytja inn efni og vinna úr því og reyna að tolla í tískunni hvað væri nú passaði þann og þann daginn eða fyrir þau jólin til dæmis. Síðan þegar að haustlagi, þegar haustið náttúrulega fallegt eins og við þekkjum öll, og þá fauk skreytingarefnið eða laufblöðin á trjánum, fauk hvernig dyrnar á búðinni hjá mér. Og þá fór ég náttúrulega að hugsa, þú veist, af hverju notar maður ekki þetta? Og fór að prófa og síðan hef ég notað það efni mjög mikið þegar ég að kannski gera skreytingar eða eitthvað, þá verður svo fullt til af svona litlu smá efni og þá nota ég það gjarnan eiginlega upp til lagna í eitthvað svona. Náttúrulega þegar fer að nálgast jólin þá er ég að gera kerti og er með svolítið sýnishorn af þeim hérna og mér finnst skemmtilegt, sérstaklega þegar maður er með krakka svona sér við hlið að gera kerti vegna þess að það getur verið mjög einfalt. Ég get gert bæði inni kerti og úti kerti og þá nota ég náttúruna svolítið með líka. Eins og í þessu tilfelli þá nota ég lerkibörk utan kertið og þá lýsir svona út í gegn og ég get notað svona greinar og laufblöð og allt mögulegt til þess að setja utan í kertin og þá er ég búin að tengja þau jólunum í þessu tilfelli og mér finnst eiginlega skemmtilegast svona nú í dag að vera að gera eitthvað sem að er ekkert alveg hefðbundið. Ég geri til dæmis útfaraskreytingar. Það er dálítið vinsælt að biðja eða fólk hringir og spyr hvort ég geti gert krans eða kistuskreytingu eða eitthvað slíkt og þá eingöngu á náttúrunni. Þá hefur fólk svona haft einhverja hugmynd að ég gerði svoleiðis af því að þetta er svona vara sem að virðist ekki vera hægt að fá í blómabúðunum. Ellen Rún hefur erft handavinnu áhuga ömmu sinnar og var, þegar okkur bar að garði, að útbúa krans sem hún líkti við hrafnsreiður. Þetta er krans sem við notum bara eitthvað sem ég fann út í náttúrunni. Og þetta eru kerti og litla grílur. Í sumar fór Ellen Rún í gönguferðir sem kölluðust Perlur Austurlands en úr þeim bar hún með sér heim allskyns efni til skreytinga. Segðu mér þegar þú fórst í göngutúruna í sumar, varstu búin að ákveða að þú ætlaðir að fara að tína efni eða bara gerðist það? Það bara gerðist. Mér finnst það svo flott bara. Og tókstu með þig bakpoka eða poka eða hvernig gerður þetta? Ekki fyrst, þá vissi ég ekki að ég ætlaði að gera þetta en svo fór ég að taka poka. Þegar ég var byrjuð. Og hvað varst að finna? Steina, spýtur, skeljar og bara alls konar.